Komið sæl. Gaman að vera með ykkur. Takk, Jesús, fyrir nærveru þína. Fyrir það bil ári síðan, í júlí fyrra, þá fór myndband eins og eldur í sinu alla samfélagsmiðla af tónleikum hjá hljómsveitinni Coldplay. En eins sorglegt og það var fyrir hljómsveitina Coldplay, þá hafði þetta ekkert með Coldplay að gera. Myndbandið, það voru risastóri skjávarpar út allt og allt í einu birtist mynd af pari á skjánum. Og það var ekki myndin af parinu í sjálfu sér sem vakti þessa gríðarlegu athygli, heldur viðbrögðin þeirra þegar þau áttuðu sig á því að þau væru á skjánum. Þegar þau birtast á skjánum þá tekur konan fyrir andlitið, maðurinn stendur fyrir aftan hana og heldur svona utan hana. Og þegar þau birtast á skjánum, svona glöð, þá bara frjósa þau og konan tekur fyrir andlitið og maðurinn beygir sér svona niður og sem sagt söngvari hljómsveitarinnar, hann náttúrulega sér þetta og hann segir, annaðhvort þetta fólk að halda framhjá eða þau eru mjög feimin. Þetta var hræðilegt. Maðurinn var forstjóri í bandarísku hugbúnaðarfyrirtæki og hann hélt við mannauðsstjóran í fyrirtækinu. Og þau voru að halda framhjá. Og það var komið upp þau á einhverjum fjölmennum tónleikum. Hræðilegt. Skömmin, hann missti vinnuna og bara allt sem fylgir þessu. Haldið þið að þetta fólk sé eina fólki í veröldinni sem hefur ekki einhvern tíma gert mistök? Ef þetta fólk hefði vitað hvernig þetta myndi enda, þá hefðu þau valið, þá hefðu þau tekið aðra ákvörðun. Konan sem Jesús hitti við brunnin hádegisbil með svo brotna fortíð. Hvar ætli þessi kona sé mitt á meðal okkar í dag? Eða konan sem átti að grýta og var komið með til Jesú af því að hún hafi verið staðin að hordómi. Hvar þessi kona í dag? Ég í samkeppni við einhvern. Við gerum öll okkar mistök og við syndgum öll. Það kemst enginn í gegnum þetta líf án þess að upplifa einhvern tíma einhvern sársauka. Og orsökin fyrir sársaukanum eru alls konar atburðir. Rétt upp hönd einhver sem hefur aldrei upplifað sársauka. Þetta bara hluti af lífinu. Og stundum eru það atburðir sem valda þessum sársauka sem við höfum ekkert með að gera. Stundum verða slys. Stundum fær fólk sjúkdóma og stundum deyr fólk. Og við höfum enga stjórn á aðstæðum en þær valda okkur sársauka og þær valda okkur sorg. Svo geta líka okkar mistök valdi okkur sársauka, okkar syndir valdi okkur sársauka og skömm sem við erum að burðast með í mörg ár. Svo getur líka framkoma annara sært okkur. Fólk getur komið illa fram og við getum verið að burðast með það í langan tíma og mörg ár og við getum komið til Guðs aftur og aftur og sagt Drottinn, ég fyrirgef og ég vel að fyrirgefa, viltu taka hennan sársauka? Vegna þess að það einhvern veginn sársaukin sem heldur okkur bundnum. Og hver svo viðbrögðin okkar við sársaukanum? Það því miður, oftar en ekki, við náttúrulega byrjum á að finna til, en svo bara bælum við hann niður. Við kyngjum honum, við tölum ekki hann, við lokum augunum og við vonum að hann hverfi. Bara svona rétt eins og rykið sem sópað undir eitthvað teppi og það hana. Góðu fréttirnar eru þær að Guð læknar. Góðu fréttirnar eru þær að hann sér þennan sársauka. Og ég hef stundum sagt við fólk það svo mikilvægt að tala þetta vegna þess að ef þú talar ekki það sem íþyngir þér, þá þetta svona eins og fjársjóðskista Jóakims frænda, nú veit ég ekki hvort þið lásu Andrésblöðin, en hann átti rosalega mikla peninga og hann var aldrei með kort, hann var bara með peninga og lokið á kistunni var alveg orðið svona. Og þegar við þjöppum alltaf
óþægindunum og sársaukanum og því sem íþyngir okkur niður, þá hægt og rólega, þá bara spennist lokið upp. Og það getur bara opnast á einhverjum stað sem við kærum okkur ekki þegar bara hömlurnar allt í hennu fara. En stundum þarf að vekja mann til umhugsunar og bara opna augum hans fyrir því að það sé eðlilegt og það sé gott að tala hlutina, það sé ekki hjálplegt að loka allt inni, byrgja allt inni. Og ég var 17 ára, ég man ennþá eftir því og ég veit ekki af hverju ég man svona vel, ég var 17 ára, ég var bara ung. Þegar ég tók þá ákvörðun að ég ætlaði bara að læsa hjartanu mínu, ég ætlaði að henda lyklinum og ég ætlaði að gleyma öllu veseninu sem hafði gengið á í barnæskunni minni. Fyrir mörgum árum þegar ég var ung, þá kom út lag sem heitir Bíddu pabbi, bíddu mín, og þið þekkið þetta öll, það var mjög vinsælt á Íslandi. Ég gat aldrei hlustað á þetta lag vegna þess að sagan í laginu, þetta saga stelpu, pabbi hennar að fara heiman og hún biður hann að bíða og hann bara snýr við, aftur heim. Ég var 9 ára þegar foreldrar mínir skildu og sagan mín var bara ekki svona. Pabbi snýri aldrei við, hann kom ekkert aftur heim og það gekk á svo miklu. Mamma byrjaði að drekka óhóflega og allir sem hafa einhverja þekkingu eða reynslu af alkóhólisma vita hversu erfitt það örugglega bæði að vera bundin og líka bara búa við þetta. Allavega, já, heldur betur. Okkar maður, hann alveg með þetta. En Jesús læknar þetta líka. Og þegar ég, 8 árum eftir þetta, eignaðist mína trú, þá var ég ekkert með það í huga að ég var með eitthvað sár í hjartanu sem þyrfti að lækna. Ég var bara búin að uppgötva að Jesús væri til. Mér fannst þetta alveg þvílík uppgötvun og ég var svo uppörfuð og glöð. Og svo bara allt í einu einn daginn, þá var eins og Guð banki í mig. Það var ekki eins og ég hefði gengið með honum í 70 ár og væri hann svo vön að heyra röddin hans. Guð hefur bara leiðir til þess að tala við okkur, hvort sem við erum komin stutt eða langt á göngunni. Og ég get ekki útskýrt hvernig ég heyrði eða áttaði mig á því að hann vildi fá að koma stað í hjarta mínu, en hann talaði til mín og hann bara hnippti í mig og sagði, það eru sár í hjartanu þínu sem ég vil fá að komast inn í og ég vil fá að lækna. Ég hafði ekki frumkvæðið að þessu, ég bað ekki þetta, en Guð sagði, það eitthvað óuppgert í lífið þínu sem mig langar til að fá að lækna. Og ég hef oft sagt við fólk, það hægt að rífast kenningar kristna trú, það hægt að þrasa allt mögulegt. Það ekki hægt að deila það við mig, að Jesús læknaði sárin mín. Jesús leysti mig. Og það gerðist þannig að ég fór og hitti fólk. Og í fyrsta skipti á ævinni, ég hafði aldrei talað þetta við neinn. Í fyrsta skipti, þá opnaði ég á það hvað hefði gerst þegar ég var lítil og hvaða sársauka ég bar í hjarta mínu. Og það sem mér var minnistæðast og ennþá minnistæðast, það var, ég bjó hjá mömmu og ég var orðin 13 ára þegar ég var í mánuð hjá pappa og það var út af deilu þeirra á milli og sem ég ætla ekki að fara inn í núna. Ég mjög þakklátt fyrir að Drottinn gaf þeim báðum trú og ég ekki nokkrum af að þau eru bæði komin til himins. Og hann læknaði sárin, það svo margt sem hann hefur gert í fjölskyldunum minni, sem ég svo þakklátt fyrir, en allavega í 1 mánuð ég hjá pappa og það af því að mamma ætlaði að ná sér niður á honum og það var svona deila þeirra á milli og svo bara gerist þegar fólk skilur og kemur niður á börnunum. Nema, mig langaði bara að vera áfram hjá pappa, mér leið bara vel þar. Svo hringir
mamma í mig einn daginn og segir, þú verður að koma heim. Og ég spyr af hverju. Og þá segir hún þessa setningu sem nísti mig sko inn í merg og bein. Hún segir, pabbi þinn vill ekki hafa þig. Og höfnunin sem ég upplifði, og þetta var ekki satt, þau höfðu ekkert rætt þetta. Þetta var bara hennar leið, veikrar konu til að fá mig aftur heim. En þetta var svona eitt af því sem hafði bara virkilega sært mig og ég talaði aldrei og ég sagði engum frá. Og ég man ennþá eftir hversu ofboðslega mikið ég fann til. Ég man hvar ég var þegar ég sagði pappa að ég ætlaði að fara aftur heim. Hann keyrði mig í skólan af því að ég hafði hitt hann í hádeginu og hann keyrði mig í skólan og ég þurfti virkilega að bíta á jaxlinn til þess að segja áður en ég steig út úr bílnum, ég ætla að fara heim á morgun. Og svo brotna ég, en af því að ég hélt alltaf andlitinu, ég grét aldrei fyrir fram og ég bara grét ekki, það er ekki bara, ég hef ekki grátið fyrir fram að fólk, ég bara grét ekki. Ég bara byrði allt inni. En þarna var ég alveg að brotna og til þessa brotningi og til þess að þurfi ekki að ræða þetta, af því að þá hefði ég farið að gráta, þá fór ég bara út úr bílnum og sagði bless. Og þetta var svo sárt og þetta var svona eitt af því sem ég fór í gegnum þegar ég hitti þetta fólk til þess að segja þeim frá einhverju sem mér hefði þótt bara mjög erfitt. Og ég grét og grét og grét og ég dauðskammaðist mín af því að ég hafði bara aldrei gert þetta, ég kunni þetta ekki. Ég vissi ekki hvað það er mikið lausn í því að tala hlutina og leyfa bara tilfinningunum að koma. Og Guð hefur gefið okkur þessar tilfinningar. Og einhverja hluta vegna þá bara eru þær þarna og stundum vilja þær bara fá að komast út og þá bara gott að hleypa þeim út þegar maður er í öruggu umhverfi. Allavega, svona 3 mánuðum eftir þetta, eftir ég hitti þetta fólk og þau báðu fyrir mér, þá lít ég tilbaka og þá hugsa ég með mér, það hefur eitthvað gerst. Því að ég hafði aldrei getað litið tilbaka án þess að fá kökk í hálsinn eða upplifa svona einhver trega og ég áttaði mig á því að Guð hafði komist inn í eitthvað sár sem engin manneskja hafði getað. Í fyrsta lagi hafði ég ekki hleypt neinum inn í þetta, en það er mín reynsla að Jesús læknar sár. Og mér finnst svo mikilvægt að þegar við tilheyrum því sem við köllum lifandi kirkju, þegar við tilheyrum einhverju sem við köllum náðargjafahreyfingu, þá finnst mér svo mikilvægt að við hleypum Jesú að og við leyfum honum að komast að inn í þessa kviku að við verðum ekki bara gömul og ennþá sár yfir einhverju sem gerðist. En ég hef alveg upplifað sársauka eftir þetta og höfnun og allt milli himins og jarðar og það er aldrei auðvelt. En einhvern veginn læri maður með tímanum að lofa Guð í gegnum sársaukan, að lofa Guð í gegnum erfiðleikana vegna þess að hann mun fyrr eða síðar komast að. Ég gekk í gegnum Klambratúnið daginn og þar er stytta af Þorsteini Erlingsinni, ljóskáldi, og á styttunni stendur: Ég trúi því sannleiki að sigurinn þinn að síðustu vegina jafni. Og þetta einhvern veginn snerti svo við mér að ég stoppaði, ég ætla að segja þetta aftur fyrir túlkin sem er örugglega í stórvandræði með þetta. Ég trúi því sannleiki að sigurinn þinn að síðustu vegina jafni. Guð mun hafa síðasta orðið sama hvað. Í 1. Mósebók, 37. kafla, er saga sem mörg ykkar þekkið af manni sem hét Jósef. Og Jósef átti fullt af bræðrum og lífið gekk bara sinn vanagang hjá fjölskyldunni. Þegar Jósef er bara einn daginn sendur í sendiferð og pappan segir við hann: Jósef minn, ertu til í að fara og finna bræður þína? Þeir eru að gæta, þeir voru fjárhirðar, þeir eru að gæta hjarðarinnar. Viltu fara og athuga hvernig þeir hafa það og gefa þeim kannski eitthvað að borða í leiðinni? Og Jósef bara er í þjónustu pappa síns og hann fer af stað. Finnur þá ekki og þarf að leita að þeim sem hann hefði eiginlega betur sleppt.
Vegna þess að þegar hann kemur til þeirra, hann var næst yngstur, þá ákváðu þeir að losa sig við hann. Þeir þoldu hann ekki. Og Jósef hafði ákveðna sýn fyrir líf sitt. Hann hafði dreymt drauma, það hvíldi köllun á líf hans og þeir öfunduðu hann. Og það stundum það sem gerist. Þegar þú stefnir í ákveðna átt og Guð hefur hendi sína á þér, þá eignastu öfundamenn og líka bara Jesús átti sína öfundamenn. Og ef þú fetar í hans fótspor, þá þarft ekki vera að hissa á því þó að þú lendir í alls konar þrengingum. En það var annað líka sem olli Jósef vandræðum. Það var að pappans hafði gefið honum svona kyrtil og mjög fallegan og skrautlegan og gerði sjálfu sér upp á milli þeirra. Og þeir ákváðu að drepa Jósef. 10 bræður, þeir ákváðu bara að drepa hann. Nema, svo hérna nú einum sem tekst að tala fyrir einhverjum þetta, sko það mjög auðvelt að gera sér í hugalund, að það hafi einhver svona ráðið ferðinni, hvort það var frumburðurinn eða einhver annar eða 3 saman, það var einhverjir stýrt ferðinni. Og þeir vilja bara losa sig við hann, þeir þola hann ekki. En það enda með því að þeir hendu honum ofan í gryfju, sem var svo djúp að hann komst ekki upp úr. Og Jósef, hann hrópaði og hann grét og hann grátbændi miskunn, bað þá að sýna sér vægð. Og þeir voru svo forhertir að þeim dattaði ekki í hug. Og þetta var ofbeldi. Svo ákveða þeir að selja hann í þrældóm. Hann var frjáls maður, en þeir selja hann. Og hann hefur alveg örugglega verið hlekkjaður og bundinn til þess að myndi ekki strjúka og hann var bara gerður að þræli. Og fyrir hvern einasta metra sem lestin sem hann var í bar hann fjær lífinu sem hann lifði, því meiri varð óvissan. Hann var að fara burt frá lífinu sem hann þekkti, frá fjölskyldunni og ekkert yrði nokkur tíman eins aftur. Hann missti allt á einu bretti. Og stundum geta hlutir gerst í lífi okkar sem við stjórnum ekki og þar sem við verðum fyrir tjóni. Og það er ein kona sem ég hlusta mikið á, Ann Graham Lotz heitir hún, ég talaði hana áður hérna, dóttir Billy Grahams. Kona sem alin upp á kristnu heimili, kona sem hefur gefið Guði líf sitt, bara frábær þjóð drottins. Hún átti mann sem fékk hrörnunarsjúkdóm þegar hann var svona orðin fullorðin og var komin í hjólastól. Svo gerist það einu sinni að hún þau eru heima og búi í Bandaríkjunum og auðvitað sundlaug í garðinum. Ekki sundlaug, þannig sundlaug hjá okkur öllum, búin vera það í júlí, þó að sé ekki búið að grafa fyrir henni að búið að rigna svo mikið. En hún allavega greinilega bjó í húsi þar sem var sundlaug í garðinum. Og hún eitthvað sýsla inn í húsinu þegar hún allt í einu hugsar svakalega eitthvað hljótt. Og hún kallar í mannin sinn og hann svarar ekki. Þannig að hún fer að labba húsið og hann svarar ekki, hún finnur hann ekki og hún labbar út, sér hann hvergi, gengur að sundlauginni. Þá liggur hann á botninum og í hjólastólnum og hann drukknar. Þessi kona, þessi bara mikla Guðskona, þegar hún predikar fagnaðarerindið, þá segir hún, stundum segir fólk að ef þú tekur á móti Jesú, þá verði bara allt í lagi, það gangi bara allt vel og það verði engar þrengingar. Hún segir, mín reynsla að þú getur lent í hverju sem eins og allir aðrir. Þó að þú hafir boðið Jesú inn í hjarta þitt, þá getur þurft að takast á við sorg og missi. Munurinn sá að Jesús alltaf við hlið þér. Munurinn sá að þegar þú átt stundum sem báast að þá hann næst þér. Og þú ert aldrei einn. Bræður Jósefs, þeir frömdu glæp. Og einhvern veginn auðvelt að gera sér í hugalund þegar Jósef einn bara í höndunum á ókunnugu fólki eða ókunnugu mönnum. Hann hljóta að hafa spurt Guð,
hvar ert þú? Bjargaðu mér, hjálpaðu mér. Það er ekki nokkur leið að ímynda sér hvaða tilfinningar hafa gripið 17 ára gamlan strák sem einhvern veginn bara honum var rænt. Svo vaknar hann næsta dag í algjöru óvissu. Hann veit ekkert hvað er framundan, hvað verður mig og kvíðinn sest að. Og eina haldreipið hans var Guð. Það var ekki bara það að bræður Jósefs hefðu framið glæp, heldur leyndu þeir honum. Þeir voru sekir og til þess að hilma yfir sekt sína, þá drápu þeir skepnu og veltu kirtlinum hans Jósefs upp úr blóðinu. Viljandi, mikill ásetningur, gagger til þess að plata pappa sinn. Og svo senda þeir pappa sínum kirtilinn og segja kannaðu hvort þetta sé kirtillinn hans Jósefs. Við fundum þetta bara. Og pappans auðvitað þekkir kirtilinn. Og pappans fær algjört áfall og hann dregur kolranga ályktun. Vegna þess að hann dregur þá ályktun eins og þeir höfðu bara skipulagt að villidýr hefði ráðist á hann og rifið hann á hol og hann væri dáinn. Og hann var yfirbugaður. Hann hafði ekkert með þetta að gera. En hann hefur örugglega verið fullur af samviskubiti og sjálfsásökun og hugsað af hverju sendi ég hann af stað? Af hverju hafði ég hann ekki heima? Ég hefði betur bara sleppt í að senda hann í þessa ferð. Og þetta gerum við. Og við förum að leita að einhverjum skýringum hjá okkur sjálfum bara ef ég hefði ekki gert þetta svona eða hinsegin. Bara ef, og þetta er svo ógagnlegt en við gerum þetta samt. Synd bræðra Jósefs hafði áhrif á alla fjölskylduna, ekki bara hann einan. Hún hafði líka áhrif á þá vegna þess að þeir gátu ekki undir neinum kringumstæðum sagt pappa sínum hvað þeir höfðu gert. Og það hvarflaði ekki að pappa þeirra hvernig pottin var búið. En svo leið nóttin, það kom nýr dagur og hugur þeirra allra hlýtur að hafa hvarflað til Jósefs. Hvar er hann? Og eftir því sem tíminn leið þá kann að vera að þeir hafi hugsað við hefðum ekki átt að gera þetta. En Jósef komst til metorða í Egyptalandi. Þetta er talsvert löng saga, þið lesið hana bara, 1. Mósebók 37 áfram. Jósef komst til metorða og Jósef losnaði úr þrældómi og hann varð næst æðstur í Egyptalandi, kom næstur faró. En maður í þessari svakalega góðri stöðu, hann bar alltaf þessi leyndu sár. Og það er alveg sama hversu hátt við erum sett. Þú getur hitt bankastjóra einhver staðar, eða þú getur hitt einhvern sem þér finnst verið í svo góðri stöðu. Þú verður ekki hugmyndum hvað hann hefur farið í gegnum. Vegna þess að við eigum öll eitthvað. Við höfum öll einhver tíma þurft að takast á við eitthvað. Svo kemur hungursneið í Egyptalandi. Og ekki bara í Egyptalandi, það kom hungursneið, það var þurrkur og bara hungursneið sem kom yfir heimsbyggðina, en það var til nóg korn í Egyptalandi af því að faró hafði dreymt draum sem Jósef hafði ráðið á réttan hátt og Jósef var orðinn lykil maður í þessari stöðu, þannig að allir komu til Egyptalands til að kaupa korn. Líka bræður Jósefs. Þeir höfðu ekki séð hann frá því hann var 17 ára og hann var komin á fertugsaldur þegar þeir allt í einu birtast. Og þeir voru búnir að leyna glæpnum hátt í 20 ár. Og dag einn, þá birtust þeir. Og þeir skipulögðu ekki þessa atburðarás, ekki frekar en Jósef. Þegar þeir hitta Jósef, þá þekkja þeir hann ekki. Hann var breyttur og hann talaði bara annað tungumál heldur en þeir og gerði það viljandi. En hann þekkti þá og þeir komu til að kaupa korn. Þegar þeir lögðu af stað í þessa ferð, þá komu þeir ekki
til þess að gera upp sakir við einn eða neinn. Þetta með hvarf Jósefs var örugglega bara eitthvað sem þeir ýttu ofan í hjarta sitt og bara þjöppuðu, læstu og hentu lyklinum og ætluðu aldrei að tala um þetta framar. Og þegar þeir komu til Egyptalands, þá komu þeir ekki til þess að kæmist upp þá. En Guð hafði ákveðið að fletta ofan af þeim. Ekki bara fyrir Jósef, heldur líka fyrir þá. Og þegar Jósef sagði til sín, sagði þeim hver hann væri, þá eru þeir hræddir. Þegar Jósef sagði þeim hver hann væri, þá sáu þeir sársaukann. Því að Jósef grét svo hátt, hömlurnar bara fóru. Allt í einu þá gat hann ekki haldið aftur af sér og hann grét svo hátt að það heyrðist landið og miðin. Það heyrðist bara alla höllina og þjónar faraós áttu þess á því að bræður Jósefs væru komnir. Hann var svo særður, hann var svo brotinn og bældur sársauki margra ára braust út. Þangað til hann bara gat ekki bælt hann lengur. Jósef gerði nokkuð sem bræður hann sáu ekki fyrir. Jósef segir við þá, fariði heim og sækið pabba. Vá, það hefur alveg örugglega verið áfall fyrir þá. Áttu þeir að fara að sækja pabba sinn? Áttu þeir að fara að segja honum hvað þeir höfðu gert? Þeir höfðu leynt þessum glæp í mörg ár og þeir báru ábyrgð og þeir höfðu svikið bróður sinn og þeir höfðu skrökvað af pabba sínum. Þeir höfðu hort á sársauka pabba síns og þagað yfir sannleikanum. Hversu sönn eru þessi orð Þorsteins Erlingssonar? Ég trúi því sannleiki að sigurinn þinn að síðustu vegina jafni. Guð mun hafa síðasta orðið. Guð ákvað að draga sannleikan fram í dagsljósið og það gat enginn breytt hans áætlun. Hann getur flett ofan af óheiðarleikanum. Þess vegna er alltaf betra að gera hreint fyrir sínum dyrum. Og það er svo gott að muna það að við erum öll syndug. Það er svo mikilvægt að muna það að allir hafa syndgað. Ekki bara þeir sem komist yfir uppum. Og það segir í ritningunni, syndir sumra manna eru komnar á undan þegar dæma skal, en hjá öðrum koma það líka á eftir. Þannig að það er svo mikilvægt að játa syndir sínar. Það er ákveðin lækning fólgin í því. Ef bræður Jósefs hefðu getað sleppt því að fara til Egyptalands, ef þeir hefðu getað sleppt því að sækja pabba sinn, þá hefðu þeir gert það. En þá hefðu þeir farist úr hungri og fjölskyldurna þeirra. Þannig að það er eins og Guð hafi stillt þeim við vegg. Það er bara ein leið. Og hvernig áttu þeir að segja pabba sínu frá þessu? Hvernig áttu þeir að játa sekt sína í hvarfi Jósefs og þögninni öll þessi ár? Það er stutt setning sem Jósef segir við á það sem haft er eftir honum þegar þeir eru að leggja af stað. Hann segir, deilið ekki á leiðinni. Hann hefur alveg örugglega séð það fyrir sér að þeir myndu byrja. Þú vildir, þú sagðir, ég vildi hlífa honum, ég vildi ekki, af hverju tókuðu ekki mark á mér, af hverju gerðu ekki það sem ég vildi, skiljið, það er svo auðvelt. Þeir hefðu svo auðveldlega geta bara kálað hverjir öðrum. Deilið ekki á leiðinni. Þegar Guð flettir ofan af óheiðarleika,
þá velur hann tíman. Þess vegna svo gott að gera hreint fyrir sínum dyrum. Þannig að við séum ekki með eitthvað óhreint sem við þurfum eða sem við eigum á hættu á að verði einhvern veginn augljóst á einhverjum tíma sem við veljum ekki og kjósum ekki. Kannski hafði Guð beðið öll þessi ár eftir því að bræðurnir myndu axla ábyrgð. En þeir gerðu það ekki. Kannski var hann búinn að bíða og gefa þeim tækifæri eftir tækifæri, en það gerðist ekki neitt. Og þeir héldu að þeir kæmust upp með þetta. Ég hef stundum hugsað þegar menn fremja glæpi sem komast aldrei upp. Og dag einn eigum við öll eftir að standa frammi fyrir dómstóli Guðs. Þar sem ekkert hulið. Það allt augljóst. Og hversu magnað það að Jesús skuli hafa komið í þennan heim til þess að deyja fyrir syndir okkar, vitandi það hversu breysk við værum, vitandi það hversu margar rangar ákvarðanir við myndum taka, og hann elskaði okkur samt, og samt gaf hann líf sitt í dauðan. Þegar það kemst upp fólk, þá léttir því stundum. Það ekki endilega allt slæmt við það að hulunni sé svipta því sem liggur í myrkrinu, vegna þess að það svo vont að eiga leyndarmál. Það svo íþyngjandi og það erfitt að bera einhverja sekt í hjarta sínu endalaust. Játið því hvert fyrir öðru syndir ykkar til þess að þið verði heilbrigð, og sannleikurinn mun gera ykkur frjáls. Jakob, pabbi Jósefs og bræðrana, hann bjó í Egyptalandi í 17 ár. Þá lést hann. Og þegar hann dó, þá urðu bræður Jósefs hræddir, af því að þeir óttuðust hefnd Jósefs. Þeir óttuðust að Jósef myndi bara bíða eftir því að pabbi þeirra dæi og þá myndi hann hefna sín. Og hvað gerðu þeir? Þá játuðu þeir syndir sínar og þeir báðu hann að fyrirgefa sér. Þeir áttu það ekki skilið. Þeir gátu engu breytt, en Jósef fyrirgaf þeim. Og Guð blessaði Jósef. Guð hafði blessað Jósef fram að þessu og hann hélt áfram að blessa hann. Og Guð reist hann upp og Guð læknaði sárin. Kannski einhver Jósef hér í dag. Og kannski einhver hér í dag sem einn af bræðrum Jósefs. Jesús átti sér öfundamenn. Hann sigraði þá með kærleika. Jesús hefur þjáðust og hans hefur verið freistað. Og hann fær að hjálpa þeim sem finna til. Og hann fær að hjálpa þeim sem eru beittir órétti. Hann hefur upplifað sorg. Hann veit nákvæmlega í hvaða stöðu við erum. Árið 1974 féll snjóflóð á Neskaupstað. Með hræðilegum afleiðingum. Fjöldi fólks lést og fólk í þessu litla bæjarfélagi fór út til að leita að fjölskyldunni sinni, leita að nágrönnum sínum, grafa í snjónum eftir vinnufélögum sínum. Og hvað gerðist svo? Svo þjappaði það sorginni bara ofan í hjarta sitt, læsti og hendi lyklinum. Og fyrir örfáum árum þá var búin til heimildamynd þetta snjóflóð. Og ég horfði á þetta á skjánum og horfði á fullorðna menn segja sögu sína. Og þetta var í fyrsta skipti sem þeir höfðu talað þetta frá 1974. Og þeir töluðu að það hefði verið ákveðin lækning í því að fá að tala þetta, að opna á þetta. Þeir báru ekki ábyrgð á þessu. Þetta var atburður
sem þeir gátu ekkert gert að. Þeir voru bara staddir á þessum stað og stundum henda okkur atburðir sem við bara stjórnum ekki. Það er alveg nógu erfitt að bera ábyrgð á hlutunum sjálfur. En það er ekki síður erfitt þegar það er eitthvað sem við stjórnum ekki. Og það veldur okkur sársauka og veldur okkur sorg. En góðu fréttirnar eru þær að meistarinn er hér og hann vill finna þig. Hann vill lækna þig. Hann þekkir sárin þín. Hann veit hvað þið hefur verið sagt. Hann veit hvernig þú hefur brugðist. Hann þekkir þetta allt. Það er ekkert sem kemur honum á óvart. Og hann bíður kannski bara eftir því að þú komir og segir, viltu lækna sárin mín? Það er þetta, þetta og þetta sem ég á við að stríða. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Mér langar að biðja ykkur að standa á fætur. Jesús, ég þakka þér fyrir heilagan anda sem býr í hjarta okkar og sem rannsakar djúp Guðs og sem rannsakar hjarta okkar alveg niður í botn. Ég þakka þér fyrir að þú veist hvað fyrir gegnum huga fólks hér í dag. Og ég þakka þér fyrir að þú læknar okkur aftur og aftur. Og ég bið fyrir þeim sem vilja koma með byrðarnar sínar á krossinum þínum í dag. Og ég biði Jesús að þú huggir og að þú læknir og þú leysir fólk. Og ég bið þess að sannleikurinn megi gera fólk frjálst. Heilagur andi, komdu. Heilagur andi, komdu. Jesús, ég þakka þér fyrir að við erum öll jöfn. Við erum öll jöfn. Og takk fyrir að þú elskar okkur. Takk, Jesús, fyrir það sem þú ert að gera hér í dag. Mér langar til að bjóða þeim sem það vilja að koma og fá fyrirbæn.